Já. Ragnheiður Sara er næst á svið. Eftir síðasta þátt í Smáralindinni var ég bara alveg í skýjunum. Ég var mjög ánægð með mjög góða dóma og var bara svolítið stolt að hafa geta farið á sviðið án þess að vera mjög stressuð og hafa gaman að þessu. Hippa-tímabilið er bara alveg frábært tímabil og ég í rauninni vildi óska þess að ég gæti bara farið svolítið tilbaka og fengið að upplifa þetta svolítið sjálf. Hippa-tónlistin er mjög heillandi og svo mikið tilfinning í henni og svo mikið flæði og það er mjög gaman að hlusta á hana eins og hverja aðra típu af tónlist. Ég valdi lagið Nights in White Satin og hreinlega bara til að sýna hvað ég get. Með lagið Nights in White Satin eftir Moody Blues, hér er Ragnheiður Sara. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. And beauty I'd always missed with these eyes before. And just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. I'm gazing at people, some hand in hand. Just what I'm going through, they can't understand. And I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Palli. Vá. Orðsending, afsakið hlýði. Þið hérna jólasveinar sem sittið hérna. Ég fæ að fara bakterir megin allstaðar. Gauka á Stöng, Broadway, NASA, anywhere. Ef þið hugsið eitthvað annað, að þá segir það meira ykkar hausa heldur en minn. Okay? Hafandi sagt það, Páll, hafandi sagt það. Hafandi sagt það. Ragnheiður Sara. I love you too. Takk fyrir mig. Verðan. Sigga. Vá, þið eruð að blómstra svo hrikalega í þessum þætti að þetta er ótrúlegt. Þetta var stórkostlega vel gert hjá þér og veistu það að ef þú fyrir ekki topp 5, nei, ég ætla ekki að reka með skollita. Já, sé það. En þetta var æðislegt hjá þér og þú bara ert svo flottir leið upp á við. Flott sigling. Glæsilegt, takk. Þú ert það sem er kallað í nefaleggum knockout og þú ert ekki bara afburðafalleg, þú ert afburða góð söngkona eins og allra besta sem ég heyrt svo lengi. Ég ætla að standa upp og klappa fyrir þér. Ég vildi eiginlega óska þess að Silvía Nótt var í þessari keppni, þá var þetta að senda hana bara heim í kvöld. Þá var þetta bara afgreitt með þetta og þið getu öll tekið einu fyrir viðbót, því að þetta er alveg hrikalegt. Þetta er ótrúlegt. Þetta er bara magnað að sjá hvað þetta er góður hópur. Alveg. Þú veist, þið vinnið svo vel og maður bara nýtur þess að, þú veist, horfa á okkur og heyra. Ótrúlegt. Valdið og öryggið sem að þú hefur á
því sem þú ert að gera hann upp á sviði það er sjaldséð að sjá það í fólki sem er búið að vera að þessu í mörg 20 ára. Það er ótrúlegt, til hamingju. Hugo. Jæja, varandi bakteramegin, það má vera alveg eins og það er. Ég er nú meira að sjá þig fyrir mig sem svarta töfrakonu. Það var alveg það sem að stuðaði mig. En við förum ekki nánátt í það. Jæja, það er varla hægt að segja mikið, annað en að þú ert með blóm í auganu. Já, fórst þetta ekki? Þú vistir af því það ekki? Já, dattan inn sko, í ferðinni. Og líka því að hann talaði um að þið verðið að blómstra, þetta er ju blómaþátturinn, þið eru blómaböndin. Ertu ánægð með dómana þína? Nei. Nei. Það er hræðilegt. Já. Þegar popkóngurinn stendur, þar að segja þegar Bubbi stendur upp. Þetta er smitandi, Páll Óskar, þetta er smitandi, en þá þýðir það að hann sé ánægður. Við hljótum að hafa þjóðin ánægða líka. Ég held það. En eins og venjulega þarf hún að kjósa til þess að þú komast áfram. Til hamingju með þetta, svo stuð vel. Takk, kærlega. Takk fyrir.